velkomin aftur. Við vonum að þið hafi notið auglýsingarnar sem voru hérna í hlénu. Það munu koma fleiri skemmtilegri núna eftir. En nú erum við komin að næsta dagskrárlið og þar mun hún Vera Illugadóttir útvarpskona fá til sín góða gesti. Það semst samtal formannanna. Þetta eru fyrrum formenn samtakanna 78 sem eru komnir til Veru. Þetta Þórvaldur Kristinsson sem var formaður samtakanna 78. Hlusti nú frá 1986 til 88. 1991 til 1992 og frá 2000 til 2004. Svo það Margrét Pála Ólafsdóttir sem var formaður frá 1994 til 1996 og 1997 til 1998. Hrafnhildur Gunnarsdóttir sem var formaður frá 2005 til 2006 og Hildar Magnússon sem var formaður frá 2014 til 2016. Þessir fjórir fyrrum formenn hafa til sér í sófann til Veru og við gefum boltan yfir til hennar. Eins og við heyrðum í þessari kynningu þá hér samankomin í þessi sæti mjög mikil reynsla og saman þá náðu þið að dekka ansi langt tímabil sem formenn í sögu samtakanna og kannski til að byrja með ef ég mætti spyrja svona hvernig lítið þið tilbaka á ykkar tíma sem formenn, hvernig lítið þið á formannstíð ykkar, var þetta góður tími, erfiður tími, eru þið ánægð með störf ykkar, kannski byrjum á þeim sem að mesta reynsluna hefur, Þorvaldur? Já, þakka þér fyrir. Ég bæði ánægður og óánægður með sjálfan mig, því að maður var alltaf að læra reynslunni og ég kom með smávægilega reynslu til Íslands frá Kaupmannahöfn þegar ég tók því starfa í samtökunum sem nýttist mér vissulega vel en ég var varla fyrir tekin við formannsembætti í fyrsta sinn þegar alnæmi skall yfir okkur og þar var ég ansi grænn, svo ég segi ekki meira, því að ég hafði aldrei þurft að fást við embættismannavald í lífinu fyrir þarna. Og það lærðist smá saman en mér fannst það ótrúlega erfitt og lærdómsríkt. Ég á svolítið erfitt með að muna ósigrana mína því að ég hef fyrirgefið sjálfum mér allt það sem ég gat ekki og kunni ekki á sínum tíma. Það bara, ég gerði mitt besta en mér eru margir sigrar minnisstæðir. Til dæmis það að ég átti upptökin að vinnu við staðfesta samvist, það ferli sem Margrét Pála lauk svo og leiddi til sigurs að lokum. Í minni tíð þá voru líka ættleiðingarlög mjög til umræðu og átaka og það sem minnisstæðast kannski við þetta tvennt, það að segja þetta löggjafarferli og okkar löggjafarsigra var að það hafði svo margt óvænt í för með sér. Mér hafði alltaf gramist það og ég skildi það vel hvað fjölskyldur okkar voru mjög til hlés og hræddar og feimnar við að taka málstað okkar. Svo þegar Alþingi hafði gefið okkur græna ljósið, þá allt í einu opnaði íslenska fjölskyldan faðminn og ég hafði bara ekki séð þetta fyrir, en ég man hvað ég var óbóðslega glaður, því að ég var ekkert innst inni, var alltaf í með semingur gagnvart hjúskaparlögunum fyrstu og reyndar alla til síðan. Mér fannst þetta ægilega borgarlegt apparat að við skildum þurfa að ganga í hjónaband eins og restin af forfæðrum okkar og formæðrum. En gildi þess aðna fólst í því að fjölskyldan kom út og bað okkur fyrirgefningar. Ég sá það best á fyrstu hinsegindögum í Reykjavík, hvernig fjölskyldur okkar flykktust út á götuna. Það var líka mjög sterkt að upplifa það sem tengdist ættleiðingamálunum, stjúpættleiðingamálunum sem við unnum hægt og bítandi til sigurs. Því að þá tókum við höndum saman
af því okkur vantaði þekking og krafta. Við tókum höndum saman við háskólasamfélagi og það eitthvað það besta sem gerst hefur, finnst mér í mínu starfi. Það að virkja háskóla þekkinguna, sérfræði þekkinguna til liðs við okkur. Því að við megum ekki gleyma því að háskólasamfélag á Íslandi, það nýtur meiri virðingar en samsvarandi samfélög annars staðar í heiminum. Íslendingar eru upp til hópa samkvæmt skoðanakönnunum mjög hrifnir af því sem frá hinu akademíska umhverfi kemur og þetta varð okkur til vissulega til framdráttar að geta leitað að sérfræði þekkingu í mjög viðkvæmu máli sem voru ættleiðingar og tæknifrjóvgun. Þér átti þetta ekki nægja. Margrét Pála. Nú, þetta tekið í formannarröð. Hjartans takkir. Takk Vera og takk Þorvaldur. Þetta svo óvænt, svo skemmtileg spurning. Og þegar eftir á að hyggja, þá ég sátt. En ég man þegar ég tók við samtökunum 78, þá hafði ég það persónulega markmið að ganga tiltölu ósár og ekki ósátt við fólk frá borði. Mér tókst það í fyrra skiptið, en í seinna skiptið sem ég steig inn sem formaður og valdi það, að þá hef ég alveg þurft að biðja aðeins afsökunar og vilja sættast, því að það bara skiptir mig máli. En við skulum ekkert gleyma því að á þessum árum þá var samfélagið okkar, sem sagt gay-samfélagið, við vorum mörg hver ekki alveg heil. Í minni sveit var sagt að betra væri heilt en vel gróið og mörg okkar höfðu farið í gegnum bannsetta erfiðleika og lent á samfélagsveggjum og ýmiss konar útskúfum barist fyrir vinnu og húsnæði og þetta er svo náttúrulega þetta er svo gamalt að það er náttúrulega ekki að lýsa því. Þannig að mörg okkar við vorum svona misheil. Ég bara leyfi mér að segja það. Og það sem ég sé í gay-samfélaginu í dag hjá hinsegin fólki, það er svona miklu meiri innri styrkur hjá einstaklingum. Og það er náttúrulega svo mörgum að þakka sem komu á undan. Þannig að þetta persónulega markmið náðist nánast. Hvað var það því svona önnur markmið? Þá tók ég við skýrslunni, eða það að hún var að loka metrun með þessi merka skýrsla málefni samkynhneigðra sem Þorvaldur nefndi. Þetta voru bara þáttaskil í sögu okkar og ég hélt á stýrið, tryggði að við skiluðum sér áliti í skýrslunni góðu því að rétt eins og Þorvaldur hafði ég haft mínar efasemdir. Bara þurfum við að fara inn í borgarlega ramman. Hvað með bara samvillta löggjöf þannig að bara 2 bræður geti staðfest sambúð og verið með erfðarétt og fengið sína sambúð viðurkennda og hvað með ástarsamband 3 einstaklinga og bara ætlum við virkilega að fara að styrkja þetta. En ég aftur á móti sá möguleikann í því að fá einhverja skrambans viðurkenningu, einhvers konar uppstimplun sem hafi aldrei verið til á því að íslenski löggjafinn og íslenska ríkið viðurkenndu okkur sem þegna sem væri bara hreinlega heimilt að vera eins og við værum. En ég tryggði allavega að við skiluðum séráliti í þessari góðu skýrslu. Það sem var sagt náttúrulega við gætum aldrei stutt neitt annað en full mannréttindi en fögnuðum þessum áfangasigri. Og síðan var mitt verkefni í gegnum pólitík og mín áhöld voru fyrst og fremst reynsla bæði að pólitísku starfi, félagslífi og bara grundvallar áhugi á jafnrétti kynjanna, á mannréttindamálum og annað slíkt. Þannig að þetta voru áhöldin sem ég beitti. Og þegar kemur að þessu að vera sýnileg opinberlega, ekki aðeins viðbúandi og verandi til innan fjölskyldna okkar og vinnustaða, heldur líka að samfélagið áttaði sig á einhverjum grundvallar þætti sem væri vandamál.
þetta svo merkilegt að heila börkurinn okkar, það eins og að ná ekki að smella í gang þessi yngsti hluti heilans þegar kemur að kynferði, kynhneigð, kynhlutverki, kynímynd, kynbirtingu, það bara eins og gamli eðluheilinn. Hann fastur þarna og að kenna fólki einhvern veginn, ég leita á mig bara sem ákveðin kennara stundum í fjölmiðlum og á fundum að bara hreinlega útskýra fyrir fólki. Það eitthvað að í samfélagi þar sem stór hluti hóps nýtur ekki verndar, löggjafans, býr ekki við sambærilega virðingu eða mannlega reisn, þar sem hluti fólks þarf að vera í felum með hver það fela sínar ástartilfinningar eins og þú, Þorvaldur, hefur nefnt það, ég kalla þetta oft tilfinningafrelsi, að ég þurfti nefnilega meira að ganga persónulega af trúnni sem lús trygg vinstrikona þegar ég kem úr felum og átta mig á því að ríkisvaldinu hugnast ekki að ég elski konu. Það hafði verið allt í lagi þegar ég var heimsins ólukkuleg með karlmanni og barni og alls saman og fannst bara lífið andstyggilegt. Svo loksins fann ég einhvern sannleika og einhverja hamingju og þá var ég ekki lengur tæk samkvæmt löggjöf og viðhorfum samfélagsins. Skilji, þetta svo galið, en ég man eftir á fyrstu mannréttindaráðstefnunni sem ég tróð mér inn á, nýkjörinn formaður, að þá man ég eftir fólki, skrítið hvernig sum andlit brennast í vitundina, sem að hlógu dálítið hvort að ég ætlaði, sko þegar ég mætti á staðnum og að sagði, býttu, hvað þú að gera mannréttindaráðstefnu? Ég bara, já, ég formaður samtakinu 78 núna og við erum alltaf sá hópur sem býr trúlega við mest mannréttindabrot á Íslandi og nokkrir aðilar hlógu. Heiti það nú mannréttindi hvað fólk gerir í svefnherberginu, þessi gamla klassíska spurning, eins og enginn eigi svefnherbergi nema gay fólk. En sýnileikinn og svo bara vinna með pólitíkinni og vinna með ímyndin okkar, bara hamra á nokkrum einföldum staðhæfingum. Það var bara mitt verkefni og ég sátt við hvernig til tókst. Það samt eitt sem ég sé ótrúlega eftir sem ég verð að koma á framfæri fyrst þú spurðir. En þegar ég kem aftur inn sem formaður þá verður það verkefni mitt að koma samtökunum í varanlegt húsnæði. Og eins og bara borgaralegur Íslendingur þá fór ég fyrir því að fá opinbera styrki þannig að samtökin getur sjálf verið skráð fyrir sínu eigin húsnæði og við fórum á Laugaveginn. Það var nú ákveðið að fara ekki á jarðhæðina út af því að það svo mikið að gluggaviðgerðum, heldur hún að fara svolítið hærra upp, en það eina sem ég átti eftir ógert, það var búið að panta mjög stórt og gríðarlega dýrt skilti sem átti að setja utan á húsið þannig að færi ekki milli mála hvar við værum. Og sem sagt, þegar ég síðan fer frá og búið að panta skiltið, að það var aldrei leyst út og það var aldrei neitt sett upp á húsinum afskaplega lítið og nett. Og það hafi ekki bara verið búin að borga fjandan skiltið og panta uppsetningu þið afsækið. Þegar ég held að sé nú bara að það það sem ég hef oft séð eftir. Að bara láta vaða. En ég geti talað um margt fleira en einhvern veginn í minn hlut kom að kæralöggjöfinni gegn, kom okkur á varanlega stað þar sem væri geta hent okkur út og að nota sýnileika, pólitík, bara félagslegt activity og kenna endalaust og við vorum svo mörg sem tókum þátt í þessu. Þetta eru náttúrulega engir formenn sem gera þetta. Það voru bara verkefni sem biðu mín alveg eins og önnur verkefni biðu annara. Hrafnhildur, hvernig lítur þú á þinn tíma? Já, minn tími, hann kannski frekar svona auðveldur með að við þessar tvo sterku formin sem við sittum hérna með. Ég náttúrulega langa sögu með samtökunum 78 og var komin á vettvang þeirra 1981, þá 17 ára gömul. Og þannig að ég þekki þessa sögu mjög vel, þó ég hafi kannski ekki starfað mikið þegar ég bjó erlendis. En þegar ég tek við þarna árið 2005 að þá eru nokkur mál í deiglunni og fyrst og fremst var það að koma tæknifrjóvgunarlögunum í gegn sem að var nú að stórum hluta í höndunum á Guðrúnu Ögmundsdóttur og það var alltaf mikið brall í kringum það allt saman og svona fylgja henni eftir og styðja við hana því að
Hún var nú góð í því að hlusta á alla aðila og alla homma og lesbjur og þá sem voru starfandi innan samtakana, tvíkynhneigða og fleiri. Á þessum tíma þá var líka nýbúið að breyta sem sagt samtökunum á þann veg að tvíkynhneigðir áttu hlut að þeim og það var verið að breyta nafninu í samtök homma, lesbí og tvíkynhneigðra og þetta náttúrulega allt þessi stóru skref sem voru tekin og það var annar hópur sem að mér fannst á þessum tíma mjög skrítið að væri ekki undir regnhlífinni og það var transfólkið. Þannig að það kom í minn hlut að skipuleggja einmitt með akademíunni í háskólanum og fjölmiðlum og við settum á laggirnar kvikmyndahátíð sem að fór nú reyndar fyrst í loftið árið 95 og var síðan endurtekin 3-4 sinnum og það var að uppfræða ekki bara hinn almenna borgara heldur líka homo og lesbíur vegna þess að það hafði verið gríðarlega mikil mótstaða bara við að breyta samtökunum í samtök tvíkynhneigðra líka og að því að ég þekkti nú þessa sögu að þá fannst mér mjög mikilvægt að undirbúa þetta mál vel og ég man eftir því að ég fékk einn helsta andstæðing hugmyndarinnar til þess að vinna skýrslu til þess að segja okkur hvort að transfólkið ætti leið með homum, lesbíum og tvíkynhneigðum og þetta gekk ljómandi vel þannig að þegar kom til málanna að kjósum þetta á aðalfundi að þá fóru lögin í gegn eins og ekkert var. Nú annað sem að kom í minn hlut það var að slást bæði við ættleiðingafélögin og biskupinn og það var náttúrulega framhald af þessari baráttu sem að bæði Þorvaldur og Magga Pála voru búin að standa í. Magga Pála var búin að slást vel við Gunnar í krossinum og Þorvaldur líka. Og á þessum tíma að þá var ég bara búin að segja að ég ætla ekki í neitt debatt við Gunnar í krossinum. Það er ekki það plattform sem ég vil vera á. Ef ég tala við eitthvað þá vil ég fara að tala við fulltrúa þjóðkirkjunnar því að núna er bara málið það að þjóðkirkjan þarf að breytast. Og ég held að það var bara svo margt að gerast á þessum tíma í þessum trúmálum og þó að, þú veist, ég er eins og þau var líka með efasemdir hjónabandið en það var engar efasemdir það að þetta var alveg hárrétt skref að taka á sínum tíma varðandi staðfesta samvist og það var náttúrulega líka það að setja bara á oddinn það að breyta hjúskaparlögunum þannig að það var ekki til einhver sérlög yfir okkur og það var það sem að fór alveg gríðarlega í taugarnar á mér. En þetta var pínu partítími að þetta voru náttúrulega mjög góð uppgangsár 2005 til 2007 og á þessum tíma þá var líka fór stór bandormur í gegn sem að leiðrétti öll lög sem að varðaði homma, lesbjur nema að þjóðkirkjan var skilin eftir fyrir utan. Þannig að ég svona fékk að halda lokapartíi fyrir alla þessa miklu vinnu sem að Magga Pála og Þorvaldur og Guðni og Lana og Guðrún fyrir formenn, Matti, það eru margir sem að lögðu hönd og plóg og þarna var mikill uppskjöru tími. Þannig að ég sé svo sem ekki eftir, það var ekkert, ég gekk mjög sáttur á borði, ég gat fjármagna stöðu fræðslufulltrúa, 100% stöðu þegar það var svo miklu peningar í samfélaginu og þannig ég labbaði bara mjög sáttur á borði og já, kannski full langt frá borði en allavega. Ok, og Hilmar, þú kannski ert formaður á tímum þar sem að lagalegt umhverfi og samfélagslegt er orðið dálítið annað en hérna fyrstu formennirnir sem eru með okkur hérna. Hvernig lítur þú á þína formannstíð? Já, þetta er
margþætt og þetta svolítið erfitt að skilgreina finnst mér, það svo margar hlíðar á öllum málum og eftir hvernig maður horfir á. En ég vil bara þakka fyrir að fá að vera hluti af þessu samfélagi í dag, fyrsta leið. Svo vil ég tengja okkur svolítið við unga fólki hérna í byrjun og ég held að ég náði ekki alveg nafninu, Hekla Bjartur, minnir mig að það hefur verið. Að kom svolítið inn á þetta með fordómana og það alveg pínu sorglegt en að við skulum þurfa að vera að díla við þetta ennþá í dag. Ég satt í heita pottinum í gær í Sundhöllinni í Reykjavík og var einmitt vitni að sams konar umræðu. Það að segja svona strákakúltúr sem svona eitruð karlmennska. Það var svona hópur 5-6 ungra karlmanna, svona kannski 16 ára, svona á að giska. Og þetta nákvæmlega það sem þau voru að segja áðan, að þeir voru að tala um einhvern samkynhneigðan vin sinn, þessi strákar og það var bara, ég var bara, vá, gott að fá svona, maður fær stundum svona jarðtengingu í pottinum, sko. Og þegar maður er að hlera samtöl eins og sumir á Facebook eru gjörnir á að segja frá Illu Jökulsson pabbiðinn. Nei, ég lesi oft pislana hans, sko, úr pottinum, minnir að sé hans, sko, sem þetta er mjög svona góð jarðtenging. En það sem þannig að, og mér var hugsað til unga fólksins líka, að því að við Auður, þá var þetta framkvæmdastýra, sátum með þetta í fanginu 2014-15, þá vorum við með þetta í fanginu, hvað eigum við að gera við félagsstarf unga fólksins. Og við þurfum að koma þessu í betri ramma, við vorum með frábæra sjálfboðaliða en okkur vantaði að koma þessu í betri ramma. Og það nefnilega, þetta svo mikið ábyrgð, þetta fólk undir lögaldri og það bara svo margt í þessu sem maður þarf að skoða. Og við höfum samband við Reykjavíkurborg og töluðum við mannréttindastýru sem fann handa okkur 500.000 kall til að dekka þetta tímabundið og svo fór samtala staði. Við sögðum bara borgina, við erum þetta með velferðarþjónustu sem að borgin bara verður að taka ábyrgð á. Þið geti ekki lagt þetta á okkur svona eitt félag. Við erum sjálfsögðu búin og búin og okkur ber svona rennu blóðu til skylduna. En þá í þessum öllum samtölum þá rennur upp fyrir manni þetta sko fyrst alveg hversu gríðarlega flókið hinsegin samfélagið og hversu mörg verkefni eru og mismunandi. Og svo líka hversu gríðarlega flókin þessi samskipti við ríkisvald og hið opinbera eru og hvernig loforð eiga til að steingleymast að loknum kosningum og svoleiðis. En okkur tókst samt að koma þessu í svona horf og svo eftir rennarar mínir hafa tekið afskaplega vel og fallega utan þetta starf og mér þykir svona bara einstaklega vænt þetta starf. En okkur tókst líka að við gengum í það að gera þjónustuskilgreiningar á okkar svona kjarnastarfsemi, ráðgjöfinni, fræðslunni og svona bara félagsstarfinu, menningarstarfsemin, en einkum og sérlega í ráðgjöfinu og fræðslunni og rauninni gerðum bara borginni til dæmis bara tilboð því við bara skilgreindum þessa þætti og þetta bara sýnir mann hvað mikilvægt að vinna heimavinnuna og náðum að stórauka framlög til starfseminnar og það var bara mjög mikilvægt að því að það hafði verið bara eftir hrun hafði þetta verið bara mjög mikil kreppa í bara félagsstarfsemi almennt þriðja geiranum og einhverjum sérlega í okkar. Og það sem að mér dettur í hug svona út af við, þá náttúrulega hreyfðum við stóru máli sem var hatursorðræðan og við fórum og höfðuðum mál og sem að endaði svo síðan meira tók þetta náttúrulega yfir fleiri ára bil en það endaði fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og við telum okkur hafa haft sigur þar og þetta var svona okkur ofbauð bara svo umræða sem var í gangi, þetta var varðandi fræðslustarfseminni í Hafnarfirði, þetta fór alltaf stað.
og það skítkast og ógeð sem að spratt upp á yfirborðið og við vildum og við fengum til liðs við okkur Björgu Valgeirsdóttur og fleiri lögmann sem að tóku rosalega fast og vel utan þetta mál og hún María Rut var varaformaður og var vakin og sofin í þessu. En þetta var kannski svona stórt mál sem varðar hvað gerir svo. Við höfum rauninni sigur í þessu máli en svo koma umræður í þinginu seinna meir að það er bara að afnema þetta ákvæði og sérstaklega þegar umræðan fyrir að snúast transfólk líka og þetta er svo sérstakt. Allt í einu, við nefnilega sögðum alltaf, við þurfum að láta reyna á okkar lagana rétt. Við eigum lagaleg úrræði sem er sjálfsagt að beita af því svo var alltaf komið til okkur sagt þetta er bara óeðlilegt, þið eru bara að ganga gegn tjáningafrelsinu og eitthvað svoleiðis og maður þurfti svona að gera fólki grein fyrir að við búum ekki við óheft tjáningafrelsi á Íslandi. Við erum ekki eins og Bandaríkin og það er ákveðin vernd, það er ákveðin staðir þar sem að tjáningafrelsið stoppar og vernd fólks tekur við. Og þetta vildum við láta reyna á. Er einhver vernd í svona ákvæðum í lögum og það virtist vera og þá einmitt sá einhver ástæði til að fara bara að afnema þetta. En ég held að þetta sé mjög mikilvægt og þetta er svona bara verður viðvarandi umræðar sko, því að við líka, ég var að lesa góða bók í fyrra, hún er frá 2014, Against Equality, sem er svona róttækar hugmyndir gegn hjónabandinu, þetta er skrifað í amerískan veruleika, en það er einmitt tekið fyrir hatursorðlega löggjöf og þetta með fálmgilsun fólks fyrir skoðanir sínar og svo framvegis. En umræðan verður alltaf, hún gengur alltaf svo langt að þegar við viljum fá að verja okkur með sjálfsagðri löggjöf og sem er við lífi, að þá kom alltaf þessar raddir að við megum ekki beita því að því að þá séum við að þagga niður. Það er svolítið svona í umræðinu líka um transfólk og höfund Harry Potter bókan og svo framvegis. En svo varður nú líka eitthvað varðandi, við pönguðumst aðeins í þjóðkirkjunni. Anders Ingi hreyfði við því á þinginu og við tókum umræðina og ég mætti vígslubiskup í sjónvarpinu og það var þetta svokallað samviskufrelsi presta og ég held við höfum nú haft bara sigur þar, þetta var svona lokahnykkurinn á löngu samtali hinsegin samfélagsins og hins stærra samfélags sem að fóru að vera mínir þekkja mjög vel og en það er svona allavega var dómsmálaráðherra þáverandi gaf það nokkuð skýrt út að þetta myndi bara ekki vera við lýði lengur og okkur fannst það svona pínu sigur þar. Svo náttúrulega auðvitað önnur mál eins og bara það var náttúrulega klofningur í félaginu og bara hugmyndafræðilegur ágreiningur og svo framvegis sem var mjög erfitt og mun verða áfram í okkar samfélagi. Líklega tekist á og rætt og ég held að við þyrftum eiginlega reyna bara að blása til sér málþings svoleiðis hluti. Svona til að, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona sérstakt uppgjör en kannski svona til aukins og nýs samtals aftur og við höfum öll þörf á því og þetta myndi gera okkur gott. Einmitt, við höfum verið með svona álíka spjall á tyllidögum nokkrum sinnum áður sem hafa þá haft yfirskriftina samtal kynslóða sem að kemur saman hinsegin fólk á ólíkum aldri, á ólíkum kynslóðum og ræðir svona saman eins og við núna. Mynduð þið segja að svona samtal eigi sér stað í hinsegin samfélaginu ekki á tyllidögum, utan svona viðburða, eitthvað samtal á milli kynslóðanna? Í einhverju mæli held ég það að sjálfur ég tel mig skylt og
ekki bara skylt, mér finnst það ægilega gaman að halda góðri vináttu og góðum tengslum við forystu samtakanna 78 og hitti þau ofta máli og mikið voða vænt um það þegar þau hafa samband og spyrja út í eitt og annað. En það breytir svo margt í líf okkar, svo ég tala nú bara gömlu homana og gömlu lesbíurnar, þegar við eldumst. Við finnum okkur einhver stað í lífinu, sum okkar eru misjafnlega hamingjusamlega pöruð í hjónaböndum, ástarsamböndum, hvað það nú er. Sum hafa komið upp börnum og eru farin að fást við barnabörn. Það er svo margt annað. Ég tók eftir þessu þegar ég gerði rannsókn á sínum tíma, það var innan kynjafræðinnar, þar sem ég vann nokkur lífsöguverkefni með hommum á ýmsum aldri. Þeir voru að 3 kynslóðum og við fórum mjög djúpt í þessari samræður okkar og ég tók eftir því að ég átti bara fullt í fangi með að halda þeim stundum við efnið samkynhneigð. Ég bara og hvað. Þeir voru komin á annan stað í lífinu, þeirra fullnæging, svo ég noti það góða orð. Hún lá einhvers staðar annar staðar en í ástarlífinu. Og þó svo að og maðurinn minn hérna bara við hliðina á mér og ekkert að fjasa það. Og þá skildi ég þetta, að við getum ekki búist kannski við miklu af þeim sem eldast, því að það er svo margt annað sem fyllir lífið. Bara það að ná valdi á atvinnuvettvangi, vinna persónlega sigra, hvíla í sjálfum sér. Ég tala nú ekki það þegar barnabörnin skjóta upp kollinum, því að það varla svo hommi á mínum aldri í henni Reykjavík sem ekki á barnabörn, einhverja hluta vegna. Svona er þetta bara. En auðvitað eigum við að tala saman og ég fagna öllum tillögum til samræðu ekki bara ágreiningsmál, heldur líka hugsjónir. Hvað sjáum við? Þið eitthvað við þetta að bæta? Já, ég er bara mjög sammála Þorvaldi. Ég vil hrósa bara núverandi stjórn og þeim sem hafa gengið undan. Það hafa teygt sig ansi langt í ýmsu svona að koma á samtali við fólk og ég á í góðu sambandi við þetta góða fólk sem rekur félagið í dag og þetta er svona, maður veltir stundum fyrir sér að kannski þetta er svona tilfinnanlegt núna í þessu COVID ástandi, þessu kófi, að bara félagsleg virkni verður svo, hún bara dettur niður. Og maður tekur eftir, auðvitað fyrir margt á netið, það er bara ekkert það sama, sko. Það er fólk vill hittast fysiskt, sko, bara, og í bara sama rými og deila svona kjörum í sama rými á sama tíma. Það er bara öðruvísi heldur en að vera á netinu. Og það gerur okkur gott, bara nándin held ég bara. Og við mættum gera ennþá meira af því að efla þennan félagslega vettvang. Ég tek undir það sem Þorvaldur segir með þetta með að fólk finnur sér annað svona í lífinu kannski heldur en að vera hommi eða vera trans eða vera heldur en það er kannski, þetta verður svona stærri hlutamanni þegar maður svona mótast og í yngri árum og maður sér það glöggt bara í unga fólkinu okkar og mér finnst það frábært að því að ég vildi óska að ég hefði haft þetta ungmennafélag sko í mínu ungdæmi að því að bara þetta prófa sig áfram með skilgreiningar og merkimi og alls konar bara að svona bara það er oft talað í neikvæðri merkingum þessa identity eða svona sjálfsvitundar pólitík sko. Við erum öll í því, það er allt samfélagið í því. Það er ekkert bara hinsegin fólk, það er bara líka miðflokksmenn á Austurlandi, ég meina hver sem er. Og þeir geta náttúrulega líka verið hinsegin. En þetta er svona... Og trans. Og trans, akkurat. Já, ég held þetta sé... Mér fundist svona, mér þyrst í að vera svona meira hinsegin núna í kóinu og ég komin aftur í hinsegin kórinn
og ég með nokkrar hinsegin bækur á náttborðinu núna og en ég held kannski þetta snúist líka að maður þurfi kannski að finna svona einhvern þráð hins daglega lífs, að geta verið hinsegin. Þú veist að þetta kemur oft í tímabilum yfir ævina en ég vildi gjarnan fyrir mig sko bara sauma þetta svona betur saman inn í alla mína svona tilveru. Þannig að það svona mitt framlag til þessa punktar. Margrét Pála? Já, þetta er merkilegt. Auðvitað hver kynslóð og hver tími krefst síns. Og svo kemur líka að því að fókusinn getur verið orðinn svolítið skakkur. Var þetta ekki vel sagt, Hrafna, fókusinn? Svo ég vitni afburða efni sem þú hefur framleitt fyrir sögun okkar. En ég meina Þingeyingafélagið hérna í Reykjavík er alveg dáið held ég. Þetta er ekki aktúelt lengur og stundum verður maður líka að sleppa tökunum á einhverju sem kannski er ekki þörf á. Svona ultimatum markmiðið var á sínum tíma að geta stunda sína vinnu, geta byggt upp sín karriér, sína fjölskyldu, sitt heimili, sitt líf án þess að gjalda fyrir kynhneigð sína. Þetta var náttúrulega markmiðið, til dæmis í mínu lífi og við Lilja búum bara með hænur og hundu fyrir Elliðavatn og erum eins útkverfalegar svona hallærislessur og hægt er. En það er nú samt alltaf að hafa áhrif. En ég var náttúrulega atvinnulesbí í mörg ár. Og þetta var undarlegt að geta hvergi komið á þess að vera hort á mig sem lesbíuna. En svo bara venst þetta. En ég er algjörlega óháð Þingeyingafélaginu og hvar fókusinn er kannski hverju sinni og hver kynslóð þarf að vinna, þá er ég alltaf kona þess að við tölum saman. Og samtökin 78 eru mér alltaf hjartfólgin. Og ég myndi leggja það að mörkum sem ég gæti í þágu samtakan ef að þau krefur. Ég er hins vegar ekki lengur þar sem að brimið svellur og það er allt í lagi. En þegar kemur að samtalinu, annars líkti ég kona samvinnu og samtals og þess að fólk leiti saman til þess að finna lausnir, en leið er ég kona sérhæfingar og sundugreiningar, ef að svo má segja. Ég var til dæmis ein af þeim sem var á móti því að samtökin 78 yrðu að þau myndi vera gerðar regnhlífasamtökum fyrir marga hópa. Ef eitthvað hafði ég frekar efasemdir samtökin 78 og ég var í hópi sem tók þátt í að stofna íslensk lesbíska á sínu tíma því okkur fannst okkar mál ekkert alltaf vera augljóslega málefni strákan á sama hátt. En samkynhneigðin var þó eitthvað sem tengdi okkur saman og ég man þegar að félagið var stofnað, það var sem sagt tvíkynhneigðir, að þá kaus ég var formaður þá og mér fannst bara frábært, við bara byggðum upp samvinnu og ég hafði alltaf þá trú að akkurat lesbíur eða hommar, eða lesbíur og hommar, að við erum regnhlífasamtökin. Ég hafði alltaf efasemdir það og hefði það á margan hátt ennþá. En það var ekki með það að gera að ég vilji útskúfa einum eða neinum nokkuð staðar frá. Ég vil samtal og samvinnu, milli kynslóða, milli hópa, milli ólíkra þarfa. En mínar efasemdir snýrust alltaf það hvort að samtökin 78 félag lesbí og homma á Íslandi væri akkurat besti staðurinn til að vera regnhlíf. Ég hef nátt talað fyrir þessu orðið ótrúlega óvinsælega. Það er allt í lagi. Ég tek undir þetta, Margrét Pála, því að ég hafði og hef efasemdir okkur sem regnhlífasamtök. Ég vildi gjarnan sjá landsamband hinsegin hreyfinga og félaga í landinu sem hittist 3 á ári og leggur línuna fyrir það hvar brýnast er að vinna. En allt það, svona er staðan í dag og við lifum með henni. Ég pínu ósammála. Ég er svona að því að samtökin bara þróuðust þessa leið einhvern veginn. Og þetta var svona niðurstaðan, eða svona, við erum með fullt af hagsmunafélögum og svona, auðvitað, ég er alveg sammála þegar, en þetta er kannski spurning svona verklag og struktúr, sko, og en ég held að sé full þörf fyrir að það sé eitthvað félag sem sé regnhlíf og fyrir þessa hópa, því að þeir eiga býsna margt sameiginlegt og standa sterkara held ég sem samfélag.
það má alltaf deila hvort að einmitt samtökin hafi verið heppileg til þess, en þetta varð einhvern veginn þróunin. Og ég tek það fram að það mjög lærdómsríkt, þetta nábýli, ólíkra hópa. Ég neita því ekki, mér finnst mjög merkilegt að fylgjast með transfólki. Mér finnst þau nánast að endurtaka einhverja sögur sem ég kannast við. Það alveg með ólíkindum hvernig barátta transfólks endurspeglar þá baráttu sem ég kynntist í árdaga. Nákvæmlega. En þetta náttúrulega líka spurningin það að sko den við best var skúin tryggir sem harden på. Það eru þeir sem eru í aðstæðunum verða að berjast fyrir sínu. Og þess vegna, já, ég var að senda hópnum líka með reglífina, en við erum með þessa reglíf, þú veist. En það mjög bagalegt að það skildi vera þessi klofningur og þau sár eru ekki gróin og það bara gott að það sé verið að ræða hlutina. Ég held að þegar maður sér ungleiðahópinn á vagninum í Gleðigöngunni, þá fyllist ég mikilli ánægju og bjartsýni fyrir framtíðina. Mér finnst það svo rosalega flottur hópur og þá veit ég bara að þetta ekki allt horfið, en ég held að það væri mjög gott að einhvern veginn að reyna að lækna þessi sár á einhvern máta. Ég veit ekki hvernig það best, en þetta eru opin sár og það þarf eitthvað að gera í því. Ég heyri svo oft, ég held að það ekkert mikil samræða í þeim almenna gay heimi sem að ég heyri. Að vísu ég náttúrulega núna helst í því að skipta einhverja bleiur, þannig að ég alveg komin út úr því. En allavega, ég held að fólk sé alveg tilbúið í það. Margrét bara? Ég ætla nú bara að segja, ég hef stungið upp á og einfaldast að lausnin sé að leggja niður heitið Samtökin 78 því þau eru barn síns tíma og tengjast alltaf við það að 78 þá var slíkur felugangur í samfélaginu að það var ekki að kalla hlutina sínu rétta nafni og við ætlum bara að stofna samtök, bara reglífa samtök. Ég myndi vera fegnust að gangi þau og síðan bara styrkja hóparnir sig undir reglífinni. Það nú, já, það svona tillaga sem ég ætla bara að koma á framfæri í hvers skipti sem ég fæ tækifæri til. En þá þarf að hanna nýtt logo, þetta svo flott logo. Það alveg snirta logo. Gekk verðin út í heimi. Mér langar að bæta við þetta því að við erum náttúrulega flakka fram og tilbaka nútíminn og mögulega framtíðin og svo sagan. Að þegar við vorum að pæla í fræðslumálunum, ég var formaður og ég fekk að starfa með þessu unga fólki sem var í jafningjafræðslunni þá og við vorum að byggja upp þennan hóp og sem við erum alltaf að gera náttúrulega. Þetta voru krakkar sem eða ungt fólk sem eru talsvert yngri en ég og ég taldi mig nú ekki gamlan þá og ekki enn en það var bara svona magnað að fylgjast með þeim og bara fá innsýn inn í umræðuna þeirra á milli og bara hvað þau voru bara flott og ég finn það hjá unga fólkinu núna að þetta hvað eru pólitísk og hvað eru beitt og með skarpa hugsun og sýn og maður var bara svona manni féllust hendur og maður fylltist samt svo miklu stolti að því að maður sér þarna og það líka bara og það sem ég tók eftir var þau eru svo laus við þessa skilyrtu skömm sem að mörg okkar eru plöguð af og mér finnst ég nú ekki gamall en ég upplifi það að maður ætti að skammast sín fyrir að vera samkynhneigður og þú veist og hvað þá mínir forverar og það að finna þetta í unga fólkinu í dag og fyrir núna 5 árum og bara í dag, það finnst mér svo fallegur vitnisburður alla þessa baráttu sem hefur farið fram í gegnum þessa áratugi. Það bara, veist, að þetta unga fólk stendur náttúrulega á öxlum bara risa, sko. Og Ég verð að skjóta inn að hjarta mitt fullt af stolti og hamingju og samstöðu með öllum þeim sem eru að vinna á vettvangi hinsegins fólks og hafa verið að vinna
gæti ekki hamingjusamari verið og auðvitað erum við öll í sama liðinu, það er engin spurning. En þannig að ég vil endilega bara taka það fram að við missum okkur aldrei þangað þótt við séum ekki fullkomlega sammála einhverja útfærslur og hvernig sé gott að varða þessa löngu vegferð okkar allra sem á einhvern nátt ógnum þessum gömlu hugmyndum eins og ég sagði í upphafi kynferði, kynhneigð, kynýmynd, kynbirtingu, þegar að eðluheilinn fer í gang hjá fólki. Við erum auðvitað öll á sömu vegferð og við megum aldrei láta það rjúfa einhvern fleyg milli okkar þótt að ágreiningur hafi verið fyrirkomulag og fleira. Ég ætla ekki að sitja hérna sem þessi gamla sem eru á móti ungu fólki, svo það sé alveg skipt. Þar móti ég elska ungt fólk. Þá kannski að lokum bara framtíðina. Hverjar eru áherslurnar í baráttu framtíðarinnar? Hvert eiga samtökin að stefna? Ég held að samtökin þurfi, það er mjög flott á þessum málþingi hérna í dag. Ég fagnaði sérstaklega að það sé sérstak málþing með Pólverjum og mér finnst það mjög mikilvægt að það sé sinnt slíku starfi að sinna gay-pólverunum okkar. En ég held að það þarf líka aðeins að líta inn á við og það er náttúrulega, við erum hérna öll komin á einhvern aldur en það er kannski bara eitthvað gay-fólk á elliheimilinu sem þarf að heimsækja. Það er kannski tími til komin að kíkja bara á smá félagsvist. Það er bara þetta, allt saman dó. Og ég veit að það er margir sem sakna þess. Gömlu böllin sem voru eins og ættamót, við höfum alltaf ídæluserað þau svolítið. En fyrir mér líka, við getum verið leiðandi afl á alþjóðavettvangi og við eigum náttúrulega gríðarlega flotta pólitíkusa sem hafa verið að hlusta á okkur og hlusta á okkar málefni. Og það er náttúrulega eitt af því sem við þurfum aðeins að gefa áfram. Á sínum tíma þegar ég var að slást við ættleiðingarfrumvarpið, að þá var ættleiðingarfélagið allt í einu, ég var alltaf að kýtast við formann ættleiðingarfélagsins. Og það var ekki fyrr en að ég boðaði fund með þeim og settist niður með þeim og útskýrði fyrir þeim að við værum ekki að fara fram á það að við myndum heimta að gay-fólk gæti ættleitt í Kína. Heldur vorum við bara að segja, ef okkar lög eru þannig að við getum ættleitt, sama hvort við sínum samkynhneigð eða ekki, að það bara gefur tóninn út í heiminn. Og ég held að við getum gert það líka með því sem við erum að gera á svona alþjóðavettvangi. Já, ég held að það sé mikilvægt að við höldum gluggunum opnum. Mér hefur oft fundist það ángra mig mest við Ísland og íslenska menningu vítt og breitt hvar við höldum gluggunum illa opnum, hálfopnum, jafnvel lokuðum. Og þess vegna er ég svo glaður yfir því að hér í dag eru 2 gestir erlendir sem tjá sig aktivisma. Mér finnst það í samtali við Uglu Stefaníu, mér finnst það alveg stórkostlegt. Ég minna á það að þrívegis stóðu samtökin 78 fyrir málþingum eða fyrirlestrarröðum í Háskóla Íslands hér á fyrsta áratug aldarinnar, þar sem við buðum meðal annars erlendum gestum. Hinsegin dagar hafa boðið til sín erlendum gestum úr forystuliði á Norðurlöndum. Ef ég man rétt þá svo merka transkona Susan Stryker, hún birtist hér, sýndi kvikmynd og bara tók salinn með trompi, 120 manns á sínum tíma í Háskóla Íslands. Það er þetta sem við þurfum að efla. Tengjast fólki, bæði erlendum aktivistum og líka fræðimönnum. Oft er þetta samblanda, fólk saman er þetta oft, að vera fræðafólk og aktivistar. Við þurfum svo mikið, ég er mjög glaður með það sem hefur gerst í gegnum tíðina. Ég bjóst aldrei við því að við kæmumst þangað sem við komumst. En það er svo margt á huldu.
og þar þurfum við að tengjast, og ég tala enn og aftur fræðasamfélagið. Hvað vitum við til dæmis vímuefnaneyslu og áfengisneyslu samkynhneigðra á Íslandi? Erlendar rannsóknir sýna að hlutfall þeirra sem eigi vanda þar hærra en meðal hins hluta þýðisins og sjálfsmorðstíðni, tíðni sjálfsmorða hærri í heiminum meðal samkynhneigðra. Þetta allt sem illa rannsakað, hálfrannsakað eða eitthvað sem við bara höfum á tilfinningunni. Hér þurfum við að taka höndum saman því að kenningar uppi það að allir hommar, svo ég tala nú bara fyrir mína fjölskyldu, þeir eigi í áfallastreitu röskum frá upphafi vega. Og það sé meðal annars, þar sé að finna ástæði þess að þeir leita í það að deyfa sig með einum eða öðrum hætti. Ég veit ekkert þetta. Ég varpa þessu fram til samfélagsins, til fræðanna. Já, það greinilegt að það bæði nóg verk að vinna og nóg að ræða. Ég held við komumst ekki lengra í bili. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og fyrir komuna hingað í dag. Takk fyrir samverðinu. Takk hérlega fyrir þetta og ég vil koma að framfæra að ég tilbúin í hinsegin félagsvist hvenær sem á einhverju elleheimilinu eða bara einhvers staðar. Mjög spennt fyrir því Já, líka. akkurat. Þessi frábær hugmynd og ýmislegt sem gott að fjalla og tala og ég mjög ánægð með samtali eins og þessi að það mikilvægt við séum að eiga samtala milli kynslóða og milli mismunandi fólks. Algjörlega, meira svona og við höldum samtaluna áfram hér í allan dag. Það nóg fram með þetta, nú ætlar þú að fara að hringja langlínu símtöl til útlanda. Já, ég ætla að hringja til Bretlands og við ætlum að spjalla við góða sérfræðinga í hinsegin aktivisma og hlakka mikið til þess. En áður en við fyrir með það, þá munum við hafa hérna 10 til 15 mínútur hlé. Þannig að endilega fara á klóstið og grípi kaffi og komið og fylgja svo með þessu góða spjalli. Algjörlega, sjáumst eftir smá.